Komið þið sæl, ég heiti Óskar Þorsteinsson og starfa hérna við Brunahönnun hjá Mannvind og ætla að fara yfir svona fyrri hlutan af þessum glærum okkar. Það er svo venjulega og opinberu starfsmennirnir eru búinir að éta upp allan tímann með vinsemd. Þá erum ekki laun en við getum selt út okkar tíma við erum vön líka að gera hlutin á stuttum tíma. En það sem við ætlum að ræða það er þessi skýrsla sem við fengum það verkefni 2012 að gera skýrslu sem sagt brunana hjá Hringrás og gera áhættumat vegna þessara staðsetningar. Ég vil láta þetta ganga hérna meðan ég tala, meðan við tölum. Þetta var mjög áhugavert verkefni. Það var sem sagt vegna tveggja stórbruna sem höfðu orðið í Hringrás 2004 og 2011. Þá var óskað eftir því við okkur að við tækjum á okkur það verkefni að skoða afleiðingar þess sem ef að þetta brunum sem að geta orðið á þessu svæði. Og langar að geta aðeins að segja frá því kannski að 2004 var ég starfsmaður slökkviliðsins og lenti í þessum bruna þarna sem var þá og vegna þess að menn að tala mengun og voru að ræða mikið mengun hérna áðan. Ég man sérstaklega eftir því að maður óð eins hátt og slökkviliðsstígvélin náðu í algjöru drullu sorpi yfir allt svæði sem var þarna í porti hér á lóð Hringrásar. Síðan fer þetta út í sjó. Ég efast ekki að þetta hefur verið með drullugri og óhreinni vökvum sem að hafa farið þar niður. Ég held að þótt á sig fönn að við þurftum að endurnýja allar sína vélar eftir að var búið að þvo eldgalana eftir þennan atburð. Það voru svo ógeðslegir. Aðferðafræðin sem við notuðum við að gera þessa skýrslu, hún sjálfur sér að við öfluðum eins mikill upplýsingar við gátum frá sem flestum aðilum sem málið snertir. Og við áttum marga fundi með starfsmönnum Hringrásar og fengum fullt af upplýsingum að sjálfsögðu frá þeim. Og síðan notuðum við okkur mikið reynslu frá eldri brunum, sem sagt 2004 brunan og síðan náttúrulega 2011 brunan sem var kveikjan að þessari skýrslu. Og svo vill svo til að þeir eru með port á Akureyri líka og þar fram 2007, þannig að sagan þeirra af brunum er allt svakaleg, þetta ég verð að segja. Við fengum upplýsingar á veðurstöð sem staðsett í Kollgarða, þarna rétt hjá, varðandi vindstyrk og vinda og ríkjandi vindáttir. Við öfluðum upplýsingar dekkjabruna og eituráhrif í reykt frá þeim, víðsvegar að, eins og við gátum, og síðan öfluðum upplýsingar svifryk og svifryksmengun og meðal annars eru mælistöðvar hér í borginni sem við gátum nota niðurstöð eða gátum nota upplýsingar úr. Síðan til þess að komast að einhverju niðurstöðu og geta sagt til hvað væri skynsamlegt að gera, að þá notuðum við tölvuforrit til að reikna dreifingu eiturefna sem í dekkareit, tölvuforrit til að reikna dreifingu reyks, mismunandi vindhraða, aðferðafræði áhættugreiningar og áhættumats og það er það sem að Guðni segir betur frá á eftir. En síðast en ekki síst að þá bara mat, hvað ég var að segja, verkfræðilegt mat á öllum þessum upplýsingum og reyna að koma þessu svona skynsamlega frá okkur þannig að það væri eitthvað vítt í því. Hér er yfirlitsmynd af svæði Hringrásar. Við erum búin að sjá eitthvað svipað ljóni í morgun. 2004 að þá var þetta svæði hér fullt af dekkjum. Já, 2004 að þá áætlum við að hafi verið ca. 20.000 rúmmetrar af dekkjum á svæðinu. En 2011 var það tífalt minna, þannig að það
minnir að það eru 1400 til 2000 rúmmetrar eitthvað svoleiðis sem var metið að hafi verið inni þá. Voru brunarnir alltaf í dekk? Sko, brunin sem var 2004 var út frá hleðslu og lyftara inn í húsinu sem hafði verið byggt í Óleiði, þarna skemminni. Það kveiknaði í lyftaranum, kveiknaði í húsinu og dekkin náðu upp á þak á húsinu og inn á mæni, dekkið haugurinn og var svo yfir allt þetta svæði hérna og flætti hérna um allt. Og það var út frá rafmagni í hleðslu og lyftara. Ég veit ekki alveg hvað var 2011 trúlega íkveikja. Það er hugsanlega íkveikja, ég veit það ekki. Nú og síðan er það hérna yfirleitt mynd af nágrenninu. Það er íbúðabyggð í 250 metra fjarlægð við Klössur. Hrafnista og Skjól eru þarna í 400 metra fjarlægð frá lóð Hringrásar og síðan eru þarna eins og Jón minnst á áðan fullt af fyrirtækjum allan hringinn þarna í kringum lóðina. Það er allstaðar hér stór og öflug og mikilvæg fyrirtæki. Erlendar viðmiðunarreglur það hvernig geymsla á dekkjum og dekkjarusli dekkjahaugar. Annars vegar eru þarna vinstra megin sænskar reglur þar sem er talað að það eigi að vera 100 fermetra haugar, mest 3 metrar á hæð og síðan þessi bil á milli og þetta er svona það sem við höfum svolítið sem til viðmiðunar. Í NFPA 231 þá er þetta töluvert öðruvísi, miklu stærri haugar en miklu lengra á milli þeirra og fjarlægðir allt aðrar heldur en hér. En þetta svona lítur út fyrir að vera hugsað á víðáttunum miklu, þessar amerísku reglur, frekar heldur en nálægt til. Nú, í sænsku áhættumati sem höfðum okkur frá Bengt Ahlgren AB, vegna dekkjahauga er ráðlegt að fjarlægða viðkvæmu byggingu sé að lágmarki 2 km í ríkjandi vindátt en 1 km í öðru vindáttum. Og viðmiðið þar er að það séu 300 rúmmetrar í hverjum haug, það eigi ekki að vera stærri. Þetta var svona það sem við vorum alltaf með í huga þegar við vorum með okkar afleggingar líka. Hér er vindrás frá Korngörðum frá 1.1.2007 til 31.12.2011. Tíðni vindátta í prósentu. Þarna sést að svona frá sunnan átt og til austanáttar eru svona ríkjandi vindáttir á þessum stað. Má það spyrja í hvaða átt frá Hringrás til dæmis íbúðabyggðin? Já, það er sennilega bara hér. Já, ok. Hérna sjáum við tíðni vinds og meðalvindhraði og þarna eru hérna Hrafnista og Skjól og hérna sjáum við það er 5,1% hlutfall af vindi liggur hann fer hann yfir Hrafnista og Skjól. Ekki alveg hvernig að orða það, en íbúðabyggð er aftur hérna. En við ríkjandi vindátt það sem hún úr þessari átt hérna og svo hérna. En það er það sem oftast er. Þið sjáu hérna Hrafnista og Skjól íbúðabyggð 27,6%, vöruhótelið og svo iðnaðarsvæði, það er bara alltaf í hættu vegna þess að það er allstaðar í kringum lóð Hringrásar. Nú, hérna sjáum við þessi æskilegu fjarlægð sem að dekkin er upp úr áhættumati Bengt Ahlgrens og hún sett þarna niður á Laugarnesi og þá eru fyrir ríkjandi vindátt sem er þá hérna eru 2 kilometrar, ná alveg yfir alla viði
En svo 1 kílómetr sem er þá þessi lína hérna, þó það sjáist kannski ekki nákvæmlega, þá fer þessi lína yfir Hrafnistu og Skjól og ýmsar aðrar mikilvægar byggingar. Nú, áætlaður slökkvutími sem sagt, það líka annað sem hefur mikil áhrif á hversu lengi má gera ráð fyrir því að reykur komi frá hringrás, og þess vegna hefur slökkvutími mikið að segja. Og 2004 þá áætluðum við út frá gögnum sem við fengum frá slökkviliðinu að það hefði tekið 20 tíma að slökkva, cirka 8 tíma 2011. Þarna sjáum við að það eru 20.000 rúmmetrar sem var áætlað að hefði verið á svæðinu af dekkjum 2004 og tæpir 1000 rúmmetrar 2011, þannig að það munar gríðarlega miklu. En þetta er hérna... Þetta var svona tillögum. Já, þetta er, við settum fram sko, ef það væri svona, ef að haugarnir væru, eða þrætnar þar sem að dekkin væru gemd væru af þessu stærðargráðum, að þá tæki cirka þennan tíma að slökkva ef aðstæður væri góðar. Nú, hérna vorum við með myndir sem við fengum frá hringrás 2011 frá Ægisgarði og sést, þetta er svona cirka fljótlega eftir að kveiknar í, það er að byrja að koma þarna eldur á þessari hérna eftirlitsmyndavél sem að þar er, og síðan er þetta svona þegar reykurinn er sem mestur, og eins og þið sjáum við að þá er hæg austanátt fyrir störa og eldurinn fer mjög hátt, en reykurinn fer mjög hátt og líður yfir hérna hafið og veldur engum sérstökum ama nema sjónmyndum. Og svo er hérna morgunin að verða 7 að þá er Jón Friðrik að verða búinn að slökkva í eldinn. Það er eftir hvítar blissur þarna, þannig að þetta er svona að verða búið. Þessi myndavél sagði okkur eiginlega nákvæmlega hvað þessi eldur stóð lengi. Við gátum hérna nýtt okkur þessar upplýsingar mjög vel til þess. Nú, hérna, þá er eiginlega lokið því sem ég ætlaði að segja, en Guðni ætlaði að taka við og segja ykkur frá svona áhættumatsvinnunni, því sem að henni vildi. Já. Ég hef 2 mínútur. Já, ég kannski svindla aðeins á tímanum, en þetta er þessar sviðsmyndir, þessar hættur sem við sáum. Og kannski mesta hættan, óttast mest, reykurinn fari í Hrafnistu og Skjóli. Síðan að íbúðabyggð, og svo eru skemmtiðarskip þarna mögulega líka. Svo að þessu stærri vöruhúsi sem eru þarna. Þar eru vörur fyrir 100 milljóna virði, eða milljarða jafnvel. Og ef að reykur kemst í matvöru þá er hún tæpast söluhæð. Þannig að það er mögulega mikið eignatjón og mikið röskun á matvælaflæði. Og svo náttúrulega eru minni fyrirtæki þarna allt í kring. Og svona brunatíðni, þegar við gerðum þetta 2012 þá vissum við 2 svona stórbruna á þessu 17 ára tímabili sem við vorum að horfa á þegar dekkjavinnslan hófst, og við erum kannski alveg að horfa á dekkjavinnsluna. Og svo horfðum við þá að þeir höfðu gert mikið og minnkað líkur alls að minnka haugana og settið kannski öflugar girðingar, ég veit ekki, og myndaðalvöktun. En við vorum þá að svona gróflega áætla að þetta væri 1 brunn á 10 ára fresti 2012. Nú er konar 3 brunnar á 21 ára tímabili, þannig að það er 7 ára fresti. Þannig að þetta var greinilega vanmat. Ég gerði þessa kynningu 2012 og þá sagði sko versta falli 10 ára fresti. Það er greinilega til eitthvað verra heldur en versta.
Út frá tíðni vindátta og sem sagt og þessu 10 ára fresti, þá er okkar reikn út að á cirka 200 ára fresti þá má búast við að reykur stefni átt að Hrafnistuskjól. Og á cirka 40 ára fresti er 8 íbúðir. Og sem þýðir rauninni rýming, mögulega að það þurfa að rýma svæðið þarna og íbúðir þurfa að búa við þann ótta og 40 ára fresti þurfa að yfirgefa heimili sín út af reyk. Og svo að þessi stærri vöruhúsum á 100 ára fresti. Og minni fyrirtæki á 10 ára fresti þurfa að búa í nágrenninu. Við skoðum 2 svona bruntilfelli. Það var hérna starfsleyfi fyrir 1000 rúmmetrum þegar það kviknaði í 2011 en var strax minnkað niður í 300 rúmmetra eftir brunann og við vildum svo skoða hvort að þetta myndi vera nægilegt. Það er nóg að minnka niður í 300 rúmmetra og það er þá bara áættan ásættarveg. Já, svo skoðum við líka mismunandi vindra hvað áhrif hefur hann á reyk. Hérna sáum við svona niðurstöður og síðast í móteli sem við gerðum, eða Jones reyndar, réttara sagt. Hérna sáum við eldfinni hringrás, hérna gerðum við svona landslagslíkar og hérna sjáum við Hrafnistu. Hérna sjáum við ef það er 4 metrar á sekúndu sem er tiltölulega hægur vindur, þá er aflið í bruna það mikið að megnið af reyknum fer bara yfir. Við sáum þá líka á myndunum að reykstrókurinn hann fer hátt yfir og ekki líklegast þess að valda sérstöku vandamáli. Fyrr en að sjálfsögðu kannski á fyrstu stigu brunans og þegar slökkvistar hefst, þá hefst kæling og þá fer reykurinn yfir. Myndum að búast þess að þá minnkar uppstigskrafturinn í reyknum. En ef þeir eru komin í 7 metrar á sekúndu, sem er nokkuð meðal vindhraðan í þessari átt, þá er reykurinn bara alveg við jörðu og fer yfir. Og 10 metrum hann er algjörlega umlíkin reyk. Það er svona eiginlega versta tilfelli. Og það er ekkert ólíklegt akkúrat í þessari vinda. Þá er held ég raugt að þetta rýma Hrafnistuskjól. Og sjáum við bara svona smá vídeó. Fyrir 300 rúmmetra dekkjabrunum. Og þetta er á margföldur hraða, sjálfsögðu. Þetta er ekki 7 metrar á sekúndu vindar en í Jú, 7 metrar á sekúndu. Og það tilfelli. Í dag er 300, er það magn? Þetta er það sem er í dag. Þetta er það magn sem er í dag? Já. Sem á að vera. Sem á að vera. Í einhvern ár, ekki? Jú, í einu svona stíu og svo eru fleiri stíu hliðina. Og svo sjáum við hérna 1000 rúmmetra brunn eins og var. Og það er aðeins meiri reykur, aðeins öflugri, en ég held að niðurstaðan sé svo sama í rauninni að það þyrfti að rýma í báðum tilfellum. Þetta er það er aðeins steppir í þarna. En það er í báðum tilfellum kæmi mikill reykur af Hrafnistuskjól. En síðan er spurning til þess að meta þessa áhættu, þá þurfum að vita hvað má vera mikið, hvaða styrkur má vera af þessum helstu eiturefnum. Og við skoðum þessi hérna svifrykið, koltvísýring, kolmannaflyt, SO2 og bensópíren. Og notum til þess sérstakt forrit sem að mælir hennar styrk í reykstróknum. Þannig gátum við, og miðað við þessi viðmiðunarmörk, krítísku mörk, sem við tókum upp úr þessu átomatur á Bengt Dahlgren
þá fengu til dæmis út af fyrir 100 fermetra bruna sem er eiginlega starfsleyfi í dag fyrir út rúmmetra, það rekna með þessi 30 metra hár, að þá væri krítísku mörkin fyrir Svifryk 250 metrar. En þess að var athyglisvert að það var rauninni Svifryki sem var alltaf ákvarðandi vesti þátturinn, gaf mestu lengdin fjarlægina. Og þá sjáum við að ef við erum með 1000 rúmmetra haug, þá er eins og hérna Hrafnista, þá eru þeir innan krítíska marka og þetta eru þóknar sem bara þarft eiginlega að koma strax út úr þessu. Þetta er slæm mörk. Það hefst ekki lengi við í þessum reik. Og jafnvel þá færir í 300, þá er Hrafnista og Skjóla enda hérna svona innan óþægilegra marka. Við settum þetta líka upp í svona áhættufylki, þessu tilfelli, og vorum þá að setja þessi hérna, eins og Reykur aftar Hrafnista Skjóli miðað við 1000 rúmmetra dekkjahaug, að það yrði bara gæti orðið alvarlegar afleiðingar, gætum ekki útiloka eitthvað dauðsfall, en ef við færum myndi minnka niður í 300, að það er af því að tímalengdin eru bara 2-3 klukkutímar í staðinn fyrir 8 tímar, þá mátum við að afleiðingarnir eru verri. En líkurnar væri svona frekar ólík. Þegar tíðnin er ekki, hún er 200 ára fresti. En þetta er svona mörkur sem er mögulega átt að fara að skoða og meta. Hvaðan kemur þessi tala 300? Hún kom úr þessum sænsku leiðbeiningum. Það var svona menn ákvað að setja bara breyta starfsreglum niður í 300 rúmmetra, af því að það var svona viðmið sem þeir hafði eitthvað annars staðar. En helstu niðurstöður, okkar niðurstöður voru þá, 2002, að það gæti myndast almanna ástand, jafnvel þó menn minnku hauginn hér í 300. Íbúar gæti þurfti að gefa heimild sín. Það lögðu við talsverða miklu áherslu á það, og miklu áherslu að það yrði sett einhvers konar slökkvukerfi, sjálfvirkt slökkvukerfi. Og höfðum mest trú á þeirri aðgerð. Hún myndi skila nægilega miklum árangri. En hringrás lagði til aðrar ýmsar aðgerðir og við sögðum hún gæti minnkað hana niður viðunandi. Og það var þeir ætlaðu að setja hitametraðir, betri myndæluvöktun, en ég held að mér skilst á því getur fullyrt að þeir hafa ekki sett upp þessi hitametraðir og myndæluvöktun var ekki alveg eins og þetta vera. Allavega er tilgáttan að hafa síðast kviknað út frá ítöknum, en ekki, menn vita það samt, ég get ekki staðfest það með myndar. Það er eitthvað bóið. Já, og síðan þessar sænsku reglur, 2 km frá yfirstofnum ríkjandi veit átt, 1 km, þetta er bara held ég bara gott viðmið að miða við. Og já, líkur á afleiðingum aukast með stærri haugum og lengri tíma. Það tekur lengri tíma slökkvistarfið, það bara gefur sér sjálft. Vindstyrkur hefur heilmikið að segja dreifingu regns, hvort hann fari beint upp eða yfir íbúðarbyggð eða byggðina. Og fyrirtæki næst hringrás er í mestri hættu, en íbúðar er næstu íbúðarbyggð og segir Hrafnista Skjól. Við skoðum líka hvort það væri nægilegt ef að Hrafnista Skjól getur lokað gluggum og þeir voru með sérstaka aðgerð allan að þétta alla glugga með límböndum og við mátum þannig að það gæti verið lokað sig af í 2-3 klukkutíma. Það gæti svona, en ekki mikið lengur en það.
En þetta er náttúrulega háð mörgum ósáttum. Það þarf ekki einn opinn glugga til þess að húsið allt fullt. Eða gleymst slökkviloftskerfinu. Þá er húsið úr fullt að regn. Þetta var nokkuð deginn á hraðferð. Spurningar, lokin eða umræðu? Það þurfum við að frekka á sig hérna. Nei. Og þakka ég Mannvit kærlega fyrir, þakka okkar fyrirlesurum öllum kærlega fyrir og ykkur fyrir komuna. Og svo viljum við hjá stjórn Brunatæknifélagsins endilega benda á það að ef þið hafið hugmyndir eða ábendingar einhver áhugaverð efni til að koma taka upp á morgunverðarfundum, þá endilega hafið þið samband við eitthvað okkar. Við erum alltaf opin fyrir hugmyndum og stundum meira en opin, stundum reynilega vantar okkur hugmyndir. Þannig og endilega líka sem fjölbreytast. Þó þetta sé allt svona bruna nördamál, þá getur það komið úr öllum áttum, mismunandi áttum og það er að gera að fá sem fjölbreytastar fyrirlestra eða umræður eða eitthvað sem vekur okkur til umhugsunar, eitthvað sem betur má fara eða eitthvað sem má læra. Þannig að bara endilega hafið þið samband við okkur. Það er á heimasíðu BTI eru upplýsingar okkur og annars er svo lítill hópur að einhver þekkir einhvern eða allir þekkir flesta. En takk kærlega fyrir komuna. Takk. Já, ekki. Ég var að reyna að vona á þessu skýrslunni.